Frístundir.is ný frístundasíða sem upplýsingavefur fyrir allt það frístundastarf sem í boði á Suðurnesjum fyrir alla aldurshópa. Rut Sigurðardóttir, deildarstjóri frístundadeildar Suðurnesjabæjar, stýrði þessu áhugaverða verkefni. Við vildum gera nýja vefsíðu sem væri aðgengileg og auðvelt að finna hvað í boði. Var það svona aðal hugmyndin að sýna framboðið á einni síðu? Já, fólk og krakkar að sækja frístundirnar á milli sveitarfélaga og bara aðgengilegast að hafa þetta allt á einu stað og hérna, já. Hvernig gekk vinnan? Hún gekk bara mjög vel og allir sammála mikilvægi þess að hafa þetta svona aðgengilegt og hérna, bara mjög fínt og við erum ótrúlega ánægð með útkomuna. Þetta mjög mikið framboð, það eiginlega bara fátt sem ekki í boði í rauninni á Suðurnesjum, getum við sagt það? Já, við getum sagt það. Það mjög fjölbreytt framboð og fyrir alla aldurshópa. Þannig að að gera að skoða síðuna vel og ef maður með eitthvað sem í boði og ekki á síðunni að endilega koma sér í samband við okkur þannig að við getum bætt í við. Markmiðið líka kannski svona að hvetja til hreyfingar, getum við sagt það? Að sjálfsögðu. Þeir sem standa að því að þessi vefsíða fór í gang var samráðshópur heilsueflandi samfélag á Suðurnesjum og við erum markvisst að vinna að því að efla heilsu íbúa hérna á Suðurnesjum og það einmitt einn hluti af síðunni sem heitir útivist og samvera þar sem við erum með alls konar hugmyndir af stöðum og verkefnum fyrir fjölskyldur til að efla sína heilsu eða vera úti í náttúrunni í samveru. Já, þið með öll sveitafélögin inn í þessu. Það algengt að fólk sé að sækja svona á milli sveitafélaga? Já, það mjög algengt, sérstaklega minni sveitafélögin af því að framboðið náttúrulega mest hérna í Reykjanesbæ en það líka dæmi hitt, þannig að það bara mjög jákvætt að vinna saman að þessu. Og ég sé á síðuna að þetta alveg aldursskipt, einnig hægt að skoða hvert og eitt sveitafélag fyrir sig, hvað í boði þar. Þannig að það ótt að segja að þetta höfða til margra og það hefur náttúrulega verið markmiðið eitt af þeim. Að sjálfsögðu. Við viljum bara að hver sem íbúi hérna á Suðurnesjum, alveg saman hvað aldrei geti farið þarna inn og fundið sér eitthvað skemmtilegt að gera. Það sé við hans hæfi. Þannig að markmiðið að hafa bara allt sem í boði fyrir alla aldurshópa á Suðurnesjum þannig inni. Þess má geta að við fengum styrk frá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þetta hluti aðgerðaráætlun hjá þeim varðandi vaxandi Suðurnes. Þannig að þau styrktu þetta verkefni og það var ástæðan fyrir að við gátum framkvæmt á þessu tímapunkti.